Segir mikið næst frá því að náinn vinur og stuðningsmaður Kjartans Magnússonar varaformann stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur fær 1,2 milljónir króna í þóknun á hverju mánuði fyrir ráðgjafarstörf sem hann innir af hendi fyrir Reykjavík Energy Invest. Andri Ólafsson. Þorsteinn Sigurlaugsson framkvæmdastjóri og einn eiganda fyrirtækisins Sjónarandar. Mánaðamótin mars-apríl, skömmu eftir að Kjartan Magnússon var ráðinn stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, var Þorsteinn fenginn til að aðstoða stjórn REI við stefnumörkun, en Kjartan var þar forstjóri. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru Kjartan Magnússon og Þorsteinn Sigurlaugsson góðir vinir og samstarfsmenn í pólitík. Kjartan lýsti þessum vinskap sem kunningsskap þegar fréttastofa hringdi í hann í dag, en Þorsteinn Sigurlaugsson neitaði að svara spurningum vinskap sinn við Kjartan þegar fréttastofa hringdi í hann í dag. Þorsteinn vill heldur ekki gefa upp hvað hann þiggur fyrir ráðgjafastörfin, en samkvæmt heimildum innan úr Orkuveitu Reykjavíkur fékk hann 4 milljónir króna fyrstu 4 mánuðina sem hann gegndi starfinu. Í sumar var svo gerður sérstakur ráðgjafarsamningur við Þorsteinn til 3 mánaða. Samkvæmt honum greiðir REI Þorsteini og fyrirtæki hans 1,2 milljónir króna á mánuði. Samningurinn reyndar runnin út, en Þorsteinn sinnir enn ráðgjöf fyrir REI og fær borgað samkvæmt honum. Lítið sem ekkert hefur komið út úr þeirri vinnu sem Þorsteinn Sigurlaugsson hefur unnið fyrir REI undanfarna mánuði. En það skrifast kannski aðalega á hrun bankana, en með því urðu áætlanir og hugmyndir sem Þorsteinn vann að engu.